gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það komið að leikhúsi. Í Borgarleikhúsinu á Stóra sviðinu verið að setja upp sýningu sem heitir Árið án sumars. Þetta ekki Borgarleikhúsi sem heldur Marmara börn, sem leikhópur, og 2 þessara barna eru hingað komin. Það Sigurður Arent Jónsson og Saga Kjellúf Sigurðardóttir. Velkomin. Takk fyrir það og góðan daginn. Góðan daginn. Þetta á ekki að vera svona venjuleg sýning, eða? Nei, þetta alveg svona óöðbundin leiksýninga að mörgu leyti. Þetta eins og þú segir samstarfsverkefni á milli okkar og Borgarleikhússins. Og það nú komin inn 3 ár síðan að við hófum þetta samtal við Borgarleikhúsið, sko. Þessa sýningu? Já, þetta verkefni, já. Og loksins fundum við slott hérna á Stóra sviðinu. Já, bara við frumsýndum núna fyrir viku síðan á sunnudaginn. Nei, á laugardaginn sé ég. Það var á föstudaginn. Það skiptir ekki máli. Rúmlega viku síðan. Já, þannig að við viljum nefnilega endilega hafa þessar sýningar á Stóra sviðinu af því að þær eru óhefbundnar. Af hverju? Já, af því að við viljum taka okkur pláss sem sjálfstæður leikhópur sem að býr til óhefbundnar sýningar og hérna, það hefur bara verið kannski svona óskrifuð regla, það ekki búist við mörgum áhorfendum og þess vegna eru sýningarnar settar í bakrými, hliðarými, litlu sviðin og við erum bara svona augra þessum viðteknu venjum bæði að því leyti og líka með svona, já, efni og formati sýningarinnar. Þannig að Stóra sviðið heimavöllur fyrir svona tiltekkileikhús sem þið eru ekki. Já, en þið viljið vera heima hjá þeim. Þannig að það hluti af verkinu að vera í starfsstofunni. Í starfsstofunni, já. Já, svona koma svolítið. Já, akkurat. Á þess að beygja undir reglur starfsstofunar. Já, einmitt, akkurat. Sko, það hefur verið okkur mikilvægt að svolítið mæta á þennan heimavöll eða gera hann að okkar heima bara síðan við hófum okkar vegferð sem þetta kollektív sem við erum Marmarabörn. Við vinnum saman í samsköpun, erum 5 listamenn sem vinnum saman sem höfundar, deilum höfundaverkinu og við hófum að vinna á þennan hátt fyrir nokkrum árum síðan. Það eftir að verða áratugur bráðum síðan við gerðum það, en það svona varð okkur svona til haps þegar við vorum að byrja. Við fengum flott tækifæri til þess að vinna saman í dansleikhúsi í Þýskalandi og var sem sagt boðið að setja þar upp eftir umsóknarferli og þau studdu við bakið á okkur í þessar ævintýramennsku okkar að ætla okkur svolítið stóra hluti og við vorum að fást við hugmyndana að flytja fjöll, að ráðast á eitthvað ómögulegt og ráðast á eitthvað sem svona einu númer og stórt kannski og vorum svolítið að vinna með það sem konsept. Við vorum 5 ferðalangar sem ætlum að leggja af stað í eitthvað hálf ómögulegt verkefni og ævintýri og kanna í leiðinni bara hvað samsköpun getur verið og hvað það merkir að fara saman í gegnum áskorun og að það svona kannski gæti skilgreint kollektífið á einhvern hátt. En við sem sátum í salnum, sko, við erum með líka. Já. Þannig að þið verða að gera eitthvað fyrir okkur. Já. Eða við bara horfa á ykkur í samsköpuninni. Já, nei, ég meina síðan náttúrulega verða til hugmyndir og verk upp úr þessu og við kannski, af því að við vitum að við erum að vinna mjög abstrakt, að við reynum nú samt einhvern veginn að temja þennan villing sem að við vitum að verkið verður og að hafa þetta í rauninni eins aðgengilegt og kannski við getum haft það þó að þetta sé að mörgu leyti og að mörgu finnst þetta mjög óaðgengilegt dót, við vitum það alveg, sko. Já. En af hverju það að fólki finnst þetta óaðgengilegt? Það náttúrulega bara því að, já, fólk annari já, það kannski bara sögumennsku? Já, vant þessu dramatíska leikhúsi þar sem að það verið að segja sögu. Það var þannig ekki dramatíkinni hjá okkur? Nei, ég var að tala um svona kirkjuklukkum og það allt svart og rautt og það líkist það og ég bara hef aldrei séð aðra eins dramatík skellt á svið bara. Já, algjörlega, já. En það einmitt svona fagurfræði sem við varum að vinna með sem að kemur úr þessum hryllingi, sko, sem við kannski komum inn á en svona þessi dramatíska uppbygging meina ég, það sem að það
sögu framvinda og fléttur og karakterar og eitthvað svoleiðis sko. Já, við erum með stóru drama með fjölskyldulengar. Já, nákvæmlega. 10 mínútur fyrir leikslok. Algjörlega. Og svo hrópar ykkur út í tómið ykkur merkingu verksins og við förum heim með það. Já. Við ættum að standa okkur betur. Já, algjörlega. Það ekki svoleiðis hjá ykkur? Já, sko, einmitt, það náttúrulega svona kannski oft kemur einhver svona krafa það að vera með svona svakalega, ég veit ekki, sleggjudóma eða eitthvað message sko, og við trúum því, eða allavega ég trúi því svona sem listamaður að ef maður leggur upp í eitthvað og treystir innsæinu að þá komi fram það sem þú viljið segja þó að þú segir það ekki berum orðum. Þannig að við bara reynum að fylgja innsæinu og gera hlutina vel og búa til sýningu sem að vel unnin. Og ég held að fólki mitt kunni að meta það í rauninni, að það sjái verk sem að heilstift og búið að leggja mikla vinnu í og þá einhvern veginn náum við að taka árandan með í ferðalag, jafnvel þó að það sé ekki alltaf kannski skýrt með orðum nákvæmlega hver merkingin hverju sinni. Þetta skipta orð ekkert sérstaklega miklu máli í leikhúsi, þetta er stóru ofmyndin. Bara tala ég að persónu reynslu sko, að ég bjó eins og í Frakklandi að þess að hafa tök á þessu tungumáli. Já. Og byrjaði að fara bara á danssýningar og tónleika og svo skellti ég mig bara á Macbeth því ég veit svona sirka hvað það og þá fattaði ég þarf ekki að skilja þessi helvítis orð sko. Nei, það nefnilega málið. En Kristinn vinnur okkar, hann býr í Belgíu og hann talaði þetta sama sko, að hann nýtur þess að fara í leikhús og bara hann fær upplifunina þó hann skilja ekki tungumálið. Það náttúrulega sko, virkni leikhúsins miklu heldur sko líkamlega áhrifin sem verður fyrir þegar þú deilir rýminu með flytjendum og með hinum sem þú situr með í salnum og sko það sem þú upplifa gegnum skynfærin og sko að þú sem sagt að hugsunin virkjuð með öðrum meðlum en endilega orðinu sem ég held að þetta sé mitt kannski svolítið til miskilningur að orðið sé nummer 1 í leikhúsinu og ég held að sé það ekki. Það þurfi ekki að sitta og segja alltaf það tala svo óskýrt, það er það nú, það er mikið kvartað við því. En við náttúrulega njóttum góðs að ég mitt Jón Viðar kvartað mikið við því. Já, hann einmitt. Hvað fyrir verið framsögnin hjá ykkur, hvað kynslu leikara hafið týnst? Já, það má vel vera. Ég segi fram yfir 10. bekk. Ég þekki það ekki sko, en við komum með mitt sko svolítið úr dansinum, af því að það nú 3/5 hlutar hópsins svona með bakgrunn í dansinum og ég man að sem svona aðli sem kemur með svona leiklistar megin inn í hlutina sko, að þá fannst mér það að vera svo rosalega mikið frelsi einhvern veginn að geta bara farið strax út á gólf sko, það var ekki verið að lesa og spá endalaust í merkingu sko áður en einhvern veginn varst búin að mynda karakterinur, þú bara einhvern veginn fattaðir það í gegnum sko bara líkamleg tengsl og vera saman út á gólfinu sko og það fannst mér ótrúlega gjöfult í þessu og hefur verið gjöfult í okkar samstarfi að mínum að hafa þennan bakgrunn sko, að því að við vinnum svo mikið með þetta og það nú alveg heill kafli í þessu verki sem að gengur bara út af það einhvern veginn að nota líkamann til að sýna sko einhverja stefnur og hvert við erum að horfa og hvert við erum að benda og annað sko, sem á að vera svona mjög draumkenndur og þetta svona. Og strandar tilgangur þeirra senu þar? Hún hvernig við bendum? Nei, alls ekki sko. Hún hvert við bendum? Sko, við vorum líkamlega vorum að vinna með það að stilla af líkamann og einhverja svona tengingar á milli líkamanna, en þessi sena út af fyrir sig sko, fyrir mína parta þá á hún að vera torræð af því að hún á að vera draumkennd af því að við erum að vinna með svona gottneskan skáldskap að mörgu leyti og það draumar eru mjög sterkt afl í því og eitthvað svona eitthvað sem hræðilegt að því að þú skilur það ekki fyllilega, þannig að við vildum vinna með tákn og við vildum búa til senu sem að væri svona óhugnarleg á í rauninni öðru leveli heldur en bara einhver hryllingur og eitthvað sko. Við vorum búin að sýna þetta kampi, hrópið og skrimslið og kistuna og svona að skipta svolítið gír og fara yfir í eitthvað sem að væri algjörlega í rauninni, þú veist ekkert alveg hvað í gangi og þú kannski hræðist það líka sem leikhúsgestur sko, að þú varst eitthvað settir í þá stöðu að það mætir bara einhver tákn og einhverju líkamar Svo vorum við líka að leika okkur með örvarnar og bendingarnar og fókusinn sem svona tæki sko til þess að hafa áhrif á
hugafar og á líka bara sjónarhorn og við getum líka bara talað um að segja einhvers konar svona pólitískt leiktæki bara hvert sjónum okkar er beint og hvert skal hort og þess áttar. Þannig við vorum líka að velta því fyrir okkur, þetta er ekki bara, sko, jú, þetta er vissulega draumkennt og sko er svona svolítið opið til túlkunar og kannski verið að villa fyrir einhverjum og þetta er svona sko svona ekki alveg heilt leiðarkerfi heldur einmitt kannski frekar leiðarkerfi sem er einhvern veginn aðeins að stríða þér en í leiðinni þá getum við líka heimfært það bara upp á eins og umræðu og samfélagsumræðu og bara hvert leiðarkortin þar og vísbendingarnar sem einhvern veginn við erum kannski stundum mötuð af eða bara fylgjum í blindni þannig að það var líka hluti af leiknum bara velta fyrir okkur þessu að benda sem gjörð. Svona don't follow leaders, what's the parking meters svona vitnum í Dylan sem í bíó. Akkurat. Svona fjallaði ykkur litur þetta meðan það nú bara bara maður sér yfir því að fólk held að hann. En þetta með að þið talið svolítið það að torrætt hefur það eitthvað sko tilgang í sjálfum sér það stundum getur virkað sko í list svona eins og að eitthvað segja eitthvað svona og svo bætir hann við á eða ekki Já að þú veist það bara til þess að það sé opið sko en svo kannski ef maður velti því fyrir sig þá er það nú ekkert svo opið sko það er augljós hvað fólki er að gera Algjörlega, ég meina við vorum alltaf búin að ræða þetta í þaula, þú veist hvað merkingu þessi sena geti haft segi og ég bara einmitt persónulega finnst mér þægilegt að hafa þetta opið en eins og ég segi við erum 5 höfundar og það eru marga fólk leggur þessa merkingu bara eins og það vel sko í ákvörðu þetta en ég held líka sko að það getur ekki þá breyst á þessari senu Já þig eða ekki horfa á hana Já, algjörlega sko fyrir ykkur inn í verkinu að fara svolítið eiginlegir Já, við viljum hafa það þannig sko að þú getur, þú veist, og það er sena í byrjun þar sem að hún er hálfspunnin sko, þú veist, þannig að þú átt að geta bara fylgst með einstaka leikurum á sviði og þú átt alltaf einhvern veginn að geta fundið eitthvað nýtt þannig séð, en það sem ég langaði að segja er að ég held líka bara svona þol kannski áhrifenda sé mjög lítið eða mismunandi getur við sagt fyrir einhverju svona óræðu bara eftir því hvar þú ert staddur í heiminum að því að það er bara mikið framboð af einhverju efni sem að það sem að skilningurinn er svolítið svona hann kemur ekki strax upp á yfirborðið sko. Þannig að þá minni hér en annars þar Já, ég myndi nú hef ég ekki talað við marga akkúrat þessa senu sko en eins og bara foreldrar mínir og fleiri þeir svona þeim finnst gaman að spá í þessu sko en þau hafa líka lært það bara í gegnum það að horfa á okkur í gegnum árin að þetta er, þú veist, maður þarf ekki að skilja allt sko Já En talandi bara svona til þess að mjólka þessa senu aðeins meira þá bendingarnir eru sko líka á einhvern hátt svona algjörlega kjarnað leikhús við erum bara mjög mikið að kjarna vinnun okkar í þessari einu senu af því að leikhúsið og bara sviðslistin og það sem við gerum á sviði hún sko er í grunninn þetta bara fókus og fókuslínur og sjónarhorn og við erum að spila bæði með þetta allt saman sem abstrakt tákn en svo er þetta líka bara sambönd á milli okkar á sviðinu sambönd okkar við áhörundur við rýmið og við erum til dæmis að ýja að alls konar sko til dæmis aðdráttarafli erotísku aðdrætti að valda samböndum og þess áttar þannig að þetta er í rauninni bara mjög strípað leikhús alveg bara í sinni kjörnuðustu mynd þessi örvaleikur Já, og kemur að einhver leiti mitt bara úr þessari sögu fimmmenningarna við Genfarva Akkurat sem að verkið er svo byggt á svona að fleira leiti sko eða ekki byggt á því eða ekki bara algjörlega bara tekið en varðandi þetta að horfa í svona kjarna og svona það er svona trú á því að ef þú bara kafar inn í miðjuna að þá kemur sannleikurinn í ljós það er ekki alveg gefið sko Það er nú ekki gefið stundum bara laukur Ég ætla að segja það Ég var svolítið verið hrifin af lauknum í þessu samhengi Þannig að það er ekki kjarni Já, kjarnin kannski bara er í samsetningunni og í heildinni sko, í lögunum sem koma saman og liggja saman og nuttast upp hvert annað sko. Þar einhvern veginn er einhver kjarnin þar
Það sem þetta náttúrulega ekki valið eitthvað trend, sko, en eitt gætur farið inn í svona kjarnaleiklistarinnar og fundið eitthvað þar eða ekki. Eða þú notar bara tæknina og þetta til þess að tjáðu eitthvað. Já, algjörlega. Ég meina þetta hefur alltaf verið svona stefnum og tjá okkur, sko, eftir að við fórum í þetta ferðalag með þríleikinn, sko. Já, og þetta síðasti hlutið af honum ekki. Já, þetta varð, sko, eftir sýningunum með 2 þá sáum við að þetta var stemdi í þríleik, sko. Við áttum eina sýningu eftir inni allavega. Og þetta hefur alltaf verið stefnum út á milli svona okkar aðferðafræði og síðan bara leikhúsins bara sem rýmis og sem miðils og svona þær sýningar sem við byggum til hér áður en að við hófum þetta ferðalag, þær voru kannski meira danssýningar bara ef að það var talað á annar borð þá var það sungið, það var ekki það var engin leiktexti þannig séð, sko. Og hann var ekki fyrirferðarmikill. Nei, við viljum ekki hafa hann svona, við viljum nota í rauninni texta bara sem kannski hluta af þessari verkfærakistu, þú veist, og þá erum við að leika okkur með hann bara eins og aðrar áferðir, sko. Þannig að hann svona, við vorum eins og í sýningunni, við erum með handrit og við náum sjaldnast að klára það, sko, af því að það bara sá tímarammi sem við höfum til að flytja þetta textabrót, sko, við bara tíminn bara fer frá okkur, sko, hleypur frá okkur. Þannig að það er hugmyndir sem að rata ekki på sviða, það ánum við alla höfundar. Það ruslakistan en ég er að tala bara í sýningunni sjálfur, sko, að við erum með handrit sem segjum 2 síður, sko, en við höfum bara 15 mínútna tíma til þess að flytja það, sko, í spuna með öðru og stundum náum við bara 1 blaðsíðu, 1,5 blaðsíðu. Við erum alltaf með umræðu Já. Og það er svona óttinn svolítið sá að lenda í því að þú endar að vera með umræðu umræðuna. Það þykir alveg botninn á öllu. En stundum það þannig að það verður að koma einhvern veginn, mál eru bara á þeim stað einhvern veginn. Já. En okkur þykir það eiginlega að vera botninn að vera með umræðuna. Þið eru svolítið með umræðuna. Þið eru með leikhúsið leikhúsið. Já, herðu, vá, takk fyrir þetta, kæri vinnur. Við vísum bara í leikrið okkar, sko. Nei, ég meina, þú veist, við erum bara að gera list eins og við gerum list og ég held að það er alveg hægt að koma með einhverja svona dóma eins og þetta sé ekki neitt, skilurðu. En fyrir okkur þá kemur þetta á nákvæmlega sama stað og ég meina einhver listmálari, hann málar málverk, skilurðu. Ég er ekki haldið fram þetta sé ekki neitt, sko. Ég er bara að tala svona leikhúsið og það er líka að vera á sviðinu. Algjörlega, ég skilði. Þú vilt að við tölum bara af hverju við gerum. Þetta virkar á manni eins og svona bara eftir heimsenda stemming sem maður hefur séð áður. Músíkin er bara típist þannig, bara óþægileg, ég veit ekki hvað kallar þetta, dróna sound. Jú, það er vissilega myrkur og voði þarna til staðar. Og sko og einhver hnígnun og það er eitthvað þannig að persónunar eru, sko. Það er það, og ég get sagt það að því þetta er ekki fagvægt mannlíf, getur við sagt. Þetta er ekki fullt af von. Nei, akkurat, sko, ég get sagt það að bara narratífan í þríleiknum okkar, bara svo við byrjum þar, af því að þetta er nú loka stykkið í þríleik og talandi þótt við séum sjaldnast að vinna með sko hreina narratífið eða hefðbundna frásagnir, þá er mjög skýr frásögn í þríleiknum okkar og hún er á þann veg að við hefjum leikana í fjöllum og svo bara er yfirborð sjávar að hækka, bara samferða hlýnun og þeirri hnignun sem sagt og sko vatni rís sem sagt upp að fjallstindinum og þar þá stendur eftir eyja, þannig að verk okkar nummer 2 á sér stað á eyju þar sem við ströndum eftir Sindaflóðið. Já, akkurat og í því verki sem að hét Eyður og við erum í Þjóðleikhúsinu að þar erum við áfram að skoða bara samfélagið og hvað þýðir að vinna saman í áskorunum nema hvað núna erum við römmuð inni af eyjunni. Síðan heldur yfirborðssjávar áfram að rísa og núna erum við í loftinu því nú er ekkert land lengur að halda í og þess vegna erum við að vinna núna með sko svona loftkendari þemu eins og veðráttuna
og áfram vináttuna og sko fyrst sinn þá ætluðum við okkur að vinna sérstaklega kringum þemin veður og tilfinningar líka bara því að það eitthvað svona sem að okkur finnst áhugavert hér í þjóðsálinu okkar hvernig við ræðum tilfinningar og hvernig svona tilfinningar eru sko eitthvað sem við ræðum með því að lýsa veðri og veðráttu og þannig að það var svona ljóðræna uppsprettan að kjarnanum í þessu þriðja verki en síðan bara fljótlega koma til okkar þessi þemu bara hryllingin og voðan sem við stöndum frammi fyrir bara þegar við tölum áfram loftslagsmálin og það allt saman og svo koma til okkar þessir fimmmenningar við Genfarvatn fyrir 2 öldum síðan sem eru sem sagt innlyksa vegna veður glundroða var sem sagt mikið eldgos í Asíu árið áður sem að olli svona þessi sumarleysi sumarið 1816 og þessi ung skáld bóhemar 5 verja tíma saman við Genfarvatn og svona í vissum forréttindahjúp af því að aðrir voru bara til að uppskrifa brest og dauða og mikinn voða. Minni menn á Visitos eftir Ragga Kjartans? Já, akkurat, það bara eitt flott tenging og við erum sem sagt að spegla okkur í þessum aðstæðum af því að vissulega skulum alveg viðurkenna við erum hjúpið vissum forréttindum hérna á Íslandinu okkar góða og sko, það mæðir ekkert mikið á okkur, við erum enn bara í frekar góðum málum og loftslagið okay. Þannig til að dreigja frá. Já, einmitt. En maður hefur unni með sko, vinnufélögum sem að segja bara, já, ekki bara smá loftslagslínun bara af henni góða hérna á Íslandi, sko. Fá smá bara betra sumar og svona. En já. Við hafum sagt þetta, það væri mörg tækifæri í þessu. Já, en þannig að við svona í rauninni lögðum upp með að segja söguna af þessum fimmenningum og þetta voru, Mary Shelley sem að skrifaði hérna Frankenstein. Við fórum þess í draugasögukeppni eitt kvöldið til þess að drepa tíman. Það ástæði fyrir skrýmslatna og flera? Já, þetta var Byron Lávarður og Percy Shelley og síðan Claire Clairmont, hálfsystir Mary og læknir Byrons Lávarðar, Dr. Polidori, sem skrifaði síðan þessa vampírusögu eins og við svona könnumst við hann í dag. Þessi ungi hæðamaður sem að leggst á fínar frúr. En já. Ert þú Byron eða? Já, það spurning. Við reynum að komast að þessu, við reynum að komast að þessu í leikritinu, sko. Ef við kostum á milli okkar hlutverkum og erum að móta okkur við, sko. Já, ég var að spyrja því, sko, hvort það heldist á sama í gegnum sýninguna, það ekki. Við viljum bara hafa þetta í lausu lofti, sko, af því að, já, svo við förum ekki eftir í að tala bara umræðuna, sko, þú veist, en hérna, við erum að leika okkur bara með, þú veist, við erum að leika okkur með leikhúsið bara sem miðil. Það má ekki bara setja punktar? Jú, algjörlega, já, það hefur verið gegnum gangandi, sko, og við hefum fengið kritík fyrir það að vera einmitt svona of naív, en við höfum alltaf fundið... Hvernig þá naív? Að því að við erum bara að leika okkur, sko, og það er ákveðin húmor sem við notum, þú veist, sem svona til þess að smíða sýningarnar okkar, sko, og það var gaman einmitt í þessar að geta verið með hryllingin á móti, sko, þú veist, að vera með húmor og svona, að því að við svona, já, við erum ekki amatörar en hérna við höfum stundum verið að leika okkur með svona kannski, já, þessa 19. aldar hugmynd amatörinn sem að vara að einhverju, ekki að því að hann neytist til þess, heldur bara að því að hann naut þess að skoða hlutina og rannsaka og hérna og vinna vinnuna sína bara hennar vegna, skilurðu. Þannig að við erum einhvern veginn að leika okkur með þetta, já, þessa leikgleði. Við áttum náttúrulega að slatta svona fólki aðalega sem voru svona rannsaka hitt og þetta. Benedikt Gröndal og fleiri. Og þá þetta eiginlega hugmyndin það að eiginlega hvert okkar getur reynt að skilja heiminn. Við verum ekki að finna fræðingunum það. Þannig það eitthvað svoleiðis í þessu. Já, ég meina, það er svo ótrúlega margt í þessu, sko. Þess vegna er maður svo mikið að tala umræðina, sko, að því að þú veist, okkur finnst svo gaman að grúska í þessu. En maður er í samtali við áhorfendur. Það eru áhorfendur í salnum. Já, algjörlega. Þannig að einhverju leyti þótt að maður vilji tala rosalega margt, þá er maður í kommunikasjón við einhvern annan. Já. Þannig að það er ekkert svona segja, nei, heyrðu, við getum ekki hlaðið þessu ofan á til viðbótar.
það má bara ekki stoppa. Það allt, þetta bara grimm editing sem að fer fram sko. Ruslakarfan er stór. Ruslakarfan er stór. Mjög stór. Það eru 10 verk í þessari ruslakirstu sko. Ég fylgist svolítið með áhorfendum svona þegar ég fer í, að því að ég einhvern veginn fulltrúi þeirra hérna við borðið. Já, einmitt, segð okkur. Já, mér það verður vel tekið. Hann svolítið skiptur hópurinn, svona. Maður hitti einn eldri mann úti í Lénu sem var svona fast þetta eitthvað svona undarlegt. Ég sagði við hann að ætlar ekki að kaupa bókina. Ég var að ljúga að vera selt bókin sko í sjoppunni. Já. Og fast að búa að finna. Já. Hann hefði ekki kett bókina. Þetta fór bara yfir höfðu á. Já, ég meina, er það eitthvað betra að vera að reyna að höfða til allra? Nei, og svo er líka gaman að fylgjast með áhorfendum þar sem eru boðið upp á eitthvað sem er ekki, ég meina, þú ert ekki alveg, þú ert ekki algjörlega kunnugur. Þá verða áhorfendur oft svona smekir við að ræða. Þannig að maður hittir einhvern í Lénu og hann bara talar ekkert sýningu. Með það svolítið, en ef maður hefði verið á svona venjulegu stofudram með hann, þá hefði allir bara farið beint í. Ég var á heim í Þjóðleikhúsinu og þá var fólki sem ég hitti var að ráða hvert leyndarmál fjölskyldunar. Það kunnið þetta alveg. En svo það ef það kemur eitthvað sem er svona óvænt þá svona bara við ræðum það ekki. Við áhorfendur við kusum bara að ræða það ekki. Já, en svo við förum aftur kannski að ræða hvað sýningin er, þá að því að við erum svo lítið búin að gera það. Þá þessi skrimsli, þau voru eitthvað svo hugleikin sko, af því að við vorum að tala eitthvað sem var yfir náttúrulegt og þá passaði þessi skrimsli okkur í það og við vorum einmitt veltaði fyrir okkur sko, hver er afturgangan í dag sko, af því að vampírinn er einhver sem snýr aftur frá dauðum og ásækir hérna lifandi og það eru skrimsli núna sem eru að rísa frá að þér virtist dauðum sko. Við heldum að þau væru dauð og þau eru að snúa aftur og þau eru að ásækja okkur sko. Það er fasisminn og það ég meina, en það er líka bara veðrið sem er að því að við erum fyrir kynslóðir eru búin að eitra umhverfi okkar sko, og núna bara er náttúran að snúa aftur sko. En þannig fasisminn og náttúruhamfarir og allt þetta. Þú veist, þannig að það eru skrimsli umhverfi okkar sem að einhvern veginn okkur langaði að fjalla en okkur langaði ekki að gera það með því að predika yfir fólki og vera með sýningu sem fjallaði þú hefði nú getað gert betur pabbi og ekki keypti annan bíl eða eitthvað svona. Heldur að bara búa til listaverk, þú veist, eins og og ég meina, ég er ekki eins og þetta fólk gerði þannig. Já, ég meina, það bara skrifaði ljóð og það skrifaði vísindaskáldskap og þú veist, og þú þarft að hafa auðvitað læsi til þess að skilja allegóríuna og þannig sko. En til svona læsi og innsæi þá þarf maður að vera opinn. Því að hættan er svo að þú getur fjallað svona hluti og ert ekki raunverulega á innsænið þínu sem manneskja, sem 19. aldar spekingurinn sem er sjálfur að reyna að skilja heiminn, heldur ertu að sækja bara í tilviljanir í það sem áður hefur verið gert sambærilegt efni. Og þið eru náttúrulega svolítið svakalegu svæði sem er svona eftir heimsenda stemming sem er orðið svolítið svona þykk sko bara birtingasaga sko. Og sem er svolítið fyrirferðarmikil. Og það er soundið og þau eru með margt í því, það er bjallan og það er svart og rautt svolítið, ég veit ekki hvað ég tengja við það er reykurinn þú veist, og það eru spaktískar hreyfingar af því að við höfum sko þetta er svona sem að þið kannast við þegar þetta snýrist kjarnorku þá byrtust við alltaf þannig eftir heimsendi sem eins og sá fólki frá Hiroshima. Akkurat. Þannig að þið eru með þetta allt saman, þannig að þið eru að vísa í ansi þykka og langa sko bókmennta listaheft. Ég ætla bara að fá örstutt, það kannski fyrir mér þá er það einmitt svona viðleitni okkar til þess að gera þetta einmitt aðgengilegt, af því að öllu öðru leyti er sýningin mjög óvananleg. Þannig að ef við myndum líka taka þetta út, skilurðu, hvað, þú veist, í rauninni, þá verður þú bara kannski að spyrja spurningarnar bara, þú veist,
var eitthvað þetta sem tengdist viðfangsefninu á einhvern hátt, skilur. Já. Þannig að þetta eru tilvísanir. Það var engin hjálp fyrir áhorfendurna, þetta er bara, þetta að einhver leiti er þetta samtal líka við áhorfendurna, skilur, að koma með vísanir úr bara okkar menningu og menningu samfélagsins. Það sem að það er að komið, já, ok, ég þekki þetta, en byrju hvað er það að gera við þetta? Já, og þetta er auðvitað spekulasjón hjá okkur, sko, við erum svona einhverju leiti að reyna að sjá fyrir okkur hvað eftir ég veit ekki 200 eða 2000 ár, bara ef að, segjum sér svo að þessi voði sem einhvern veginn blasir við okkur núna færa áfram að ganga, bara nokkur aldrei viðbót. Sem að spendi til. Já, akkurat, sko, hvað verður eftir í þessari mannskeppni? Er eitthvað sem að, sko, okkur getur ennþá þótt væntum? Þannig að það mannskeppnan sem er valdur að þessu. Já, við erum að, sko, það er náttúrulega líka... Hún er skrýmsli, sko, er það ekki? Já, skrýmsli er eitthvað sem við höfum skapað okkur, kannski getum við sagt. Við erum sko að spegla líka til dæmis sögnina Frankenstein og skrýmslið í þessu að sko okkar eigin sköpunarverk, að okkar eigin gjörðir er eitthvað sem er að rísa núna á afturfætunar og ógn okkur. Og það sé hinn ógurlega afturganga í rauninni, okkar eigin sko fortíð, okkar eigin ákvarðanir sem við erum núna þurfum að mæta og bara já, hvað þá? Ég man ekki hvað við gerðum við Frankenstein drápum en ekki bara. Hún var Teki, þú ert Frankenstein maðurinn. Já, hann á vist að vera flakki einhvers staðar í grennd við Ísland, en og vampírunar það endaði eitthvað þar á norðurpólnum einhvern veginn. Það var Frankenstein. Skrýmsli Frankensteins. Já. Herðu, þið eru sjálfstætt starfandi leikhópur. Við erum svolítið rætt það því að og það er svona tilnýgin á að það endar í einleik niður í Tjarnarbíói með enga leikmynd. Því að það er bara ekki til peningar í það. Og ég tala við fólk sem stendur á sýningu sem að sóttu í sviðslistasjóði árum saman og fekk aldrei neitt og gerði það svo bara á sína og það trimmast niður og ég hef stundum verið að ræða að hvort það vanti ekki bara annan sal í Tjarnarbíói því að hann er svolítið langur upp og það er verk sem er verið að sitja hæfir auðvitað með meiri nálægð þetta er þarna, var ég bara fínt að hafa 70 manna sal eitthvað ringsvið eða eitthvað og svona vangaveltunar þá og það verið að loka, við vorum með Gaflarleikhúsi þeir mistu sitt sýningarými og eru komnir inn í Borgarleikhúsi og við höfum líka talað þetta í samvæli við myndlist og svona, það er engin listamanna rekin rými lengur eftir. Þetta er það hefur allt verið flæmt úr miðbænum og Hafnarfirðinum sem er Gaflarleikhúsið. Og það er því þekkið umræðina tónlistarsalina, það er eiginlega ekkert eftir þar nema bara Eldborg sko og þú ferði kannski að vera með tónleika þar þegar þú verður 70 þá kannski nærðu að fylla salinn en svona smærri verk þar sem það vantar eiginlega bara svæðið, það vantar gróðrastífuna sko. Algjörlega, sammála því. Sko við höfum svolítið streyst á móti þessu að eins og við höfum töluðum áðan að við bara sko við þurfum stóru sviðin fyrir það sem við erum að gera okkar list, Marmarabörn og sko ekki það að einleikur í litlum 70 manna sal getur verið mjög áhrifaríkur og er mikilvægt form líka en við erum einhvern veginn að bara leita að öðru og og kannski einmitt líka bara til þess að ég bara aðeins að fara út með olnbogana og bara minna á að sko að grasrót og tilraunamennska er bara í blússi. Það er rosalega mikið af öflugu listafólki að vinna í bara til dæmis sviðslistum sem er bara með að gera spennandi hluti og af mikil ástríðu og sko einmitt að það skulle ekki vera til hvorki fjármagni rými eða bara meðvitund þetta. Það er bara frekar svona dapurlegt umhverfið þessa mundir. En þess þá heldur finnst okkur mikilvægt að bara berjast fyrir því að sækja okkur pláss og einhvern veginn ekki hverfa bara einmitt inn í einhver dimm skúmaskota sem enginn kemur. Það er nú
eins og þetta núna í bara öllum listum, þá fólk kannski á þessu svæði, ekki ykkar svæði, þeir svolítið sérstök að vilja tróða ykkur upp á stóra sviðið. En þú þangað og bara að bíða eftir verður uppgötuð til þess að fá að fljóta með í stóru kommersial lestinni, sko. Já. Sem að þetta á við það allir að bíða bara eftir að meika það, sko. Þetta á ekki síst við í leikhúsinu, það fer allir að meika það. Já, finnst þið það að vera stemningin? Mér það svona eins og að sé, ég tala svolítið þetta, ég man ekki eftir að hafa lifað tíma sem jafnt lítið svona counterculture eins og já, einmitt. Það valkosturinn af því að vera, þú veist, ekki. Já, já. Og ég náttúrulega kosti við svára, sko, í svona leifanum að hippatímanu sem var bara stort yfirlýsingum það ég ætla ekki að, sko, ég ætla ekki að tilheyra þessum heimi sem að þú ert að tróða upp á mig já, og búa sér til sína eigin raunveruleika. Mér finnst þetta að vera svona minna áberandi bara í öllu. Já, ég get kannski persónulega bara alveg verið sammála einhvern veginn að mín upplifun kannski svo sama, en það eru þó svona andspyrnu hópar hérna inn á milli. Ég vil bara minnast á tómarými hérna út í Skeljanesi sem að má ekki opna það því að já, en samt það eitthvað búið að tegjast úr því að ég held að þetta eitthvað bitbein hérna í Reykjavík að hvort að ég byggja hérna ekki og hvenær, sko. En þau allavega eru bara með sín tilraunakvöld reglulega og þau eigi ekkert að vera neitt meira. Þetta bara rými fyrir ungt listafólk til þess að koma og prófa allan fjandann sem bara ómissandi, finnst mér. Og Tjarnarbíó þetta bara hornsteinn hérna í þessari sjálfstæði sviðslistasenu og orðið ensu þröngt það einhvern veginn. Það þröngt það og það í rauninni bara, það svo skammarlegt, sko, að einmitt að það sé einu svona möguleiki og það geti einhvern veginn farað á hausinn og það mér átt. Ég held að sé alveg kannski skilningur einhvers staðar hjá borgarstjórn og víðar mikilvægi þessara stofnana eins og Reykjavík Dansfestival og Tjarnarbíó og annara aðila, þú veist, sem eru hornsteinn alveg heils samfélags, hornsteinar segi ég, en svona utan að frá þá einhvern veginn þetta áliti vera einhvers konar bara svona passion project, sko. Bara einhver eins og vinur minn Pétur Ármannsson var að segja í viðtali daginn að þetta bara 5. hátíð, þetta ekki bara stemning og allir, þú veist, en það náttúrulega fólk bara að vinna allan á sér hring við að skipuleggja þetta er svaka pródúksjón og þetta bara atvinnuskapandi fyrir 200 manns og þetta einhvern veginn líka bara ákveðin staksteinn sem heldur taktinum gangandi og þannig að það svo það svo erfitt að horfa upp á þessar litlu fjárhæðir sem að fara í sjálfstæði sinna að þjóna svo ótrúlega mörgum bara með við aðra stofnanir og síðan alltaf svona verið að skera aðeins meira niður þar og svona og hlutfallslega kemur það niður á svo mikið fleirum, sko. Já, en ykkur hefur tekið til það og meiri sé að setja þessu svona bara dýra sýningar í samanburði við, sko, sjálfstæðisvinnuna. Og hvernig fór það þessu? Þetta var áralöng vinna í rauninni að koma þessu á þennan stað og þess vegna sagði ég líka við streittumst á móti því að láta bara gott heita með, sko, eftir að við fengum fyrsta styrkin og bara setja þetta upp á lítið svið og með litlu budgeti, en sko við bara þrjóskuðumst við að halda áfram að safna svo við gætum svona gert þetta grand og á þennan hátt sem við vildum. Já, þannig að þetta var bara þrjóska í nokkur ár, sko, og ég veit ekki hversu lengi við hefðum einhvern veginn meikað að draga þetta, en svo bara komu hlutin saman og það var algjört lána okkur bara tókst að klára þetta. Þetta margra ára styrkja umsóknir. Já, þetta alveg ótrúlega mikil vinna og ég, sko, einmitt mér finnst svo mikilvægt einmitt að fólk sem líka að læra sviðslistir og annað, að það sjáu allavega eitthvað á íslensku sviðum sem öðruvísi heldur en mainstreamurinn og líka á þessum stóru sviðum. Þannig að mér finnst rosa gaman að nota þetta verkefni sem að Marmarabörn einmitt til þess að gera stóra hluti sem eru svolítið öðruvísi, bara einmitt svo að það sé líka svo að þetta óhlutbundna leikhús sé líka þar, sko, óhefbundna. Þannig að það lókist ekki bara og við sittum uppi með
Já, ég meina, og það er ekki beint neinn kritík á eitthvað status quo, sko. Það er bara meira að, þú veist, það er hægt að fara þangað líka, þú veist. Þú þarft ekki bara að einblína hérna litla og ég meina við erum... einhverju ástæðum fer fólk ekki þangað eða leikhúsin? Ég held að sé að miklu leyti bara fjármagn, sko. Heldur að leikhúsin eldi ykkur? Nei. Eða heldur að leikhúsin segir, já, við erum með allt svona svolítið hefðbundið, en svo erum við líka með marmarabörn? Ég bara veit það ekki, sko, en ég held að hlutinni breytast hægt. En það er samt mikilvægt, sko, að listamennirnir hafi líka eitthvað það að segja, bara hver framvinda, sko, listana er. Það er það sem ég var að tala um með counterculture. Þá er það, þessi svo listamanna rekin rými og eitthvað fleira. Bara algjör grundvallaratriði því að listamenninni get ekki lifað inn í kommersial listaheimi, sko. Hvort sem að það er bókútgáfan eins og hún er núna og hvernig er staðið að styrkjónum þar, þannig að mest selda bóki fer hæstu styrkina og þetta er alltaf verða sturlaðra og sturlaðra, sko. Svo að og með gervigreindar rithöfundum. Já, með gervigreindar rithöfundum og svo þetta náttúrulega sem er náttúrulega eitthvað leyti það sem að þið að gera. Stóra sviði er náttúrulega svona kommersial fyrirbrigði. Þú lifir ekki þarna nema að vera, ég hef sagt, þú veist, þú ert búin að ná penningunum minni af undirbúningstímanum, það er allavega svona 14-15 sýningar til þess og þeim er aldrei ná því. Eflaust ekki. Aldrei segja aldrei. Þeir eru í ómöguleika. Já, en það er nákvæmlega líka það sem við erum viljandi að ráðast á ómöguleikana því að sko, það er bara eitthvað sem maður verður að gera. Ég ætla að fara á hausinn fyrir ykkur, eitthvað svoleiðis. Já, það kostar það. Af því að þið talið þetta. Þetta er náttúrulega einhver leyti gjörningur að vera með þessa sýningu á þessu stað. Já, það er alveg satt. Hún er í sjálfum sér verk. Best væri náttúrulega að þið fengið að sýna þetta fyrir Kortahafa í Þjóðleikhúsinu. Já, við erum að sýna þetta fyrir Kortahafa í Borgarleikhúsinu. Já, er þetta Kortahafa-sýning? Já, það var. Ég er náttúrulega það mjög erfitt með að ráða í salin hvert það væri. Það var skemmtilegu salur núna síðan. Það sé ekki bara ættingjar og vinir og vandamenn. Þetta var 50-50 held ég hvort að gestir. Þetta var mjög svona breytt aldursvið. Já, akkurat. Og síðan nemar og listaháskólanum. En já, við erum líka mjög ánægð með það að það er við eigum aðdáendur sem að koma og þetta er fólk sem fer ekki vanalega í leikhús. Þetta er fólk úr myndlistarheiminum, úr hönnunarheiminum og fleira sem að í rauninni vill upplifun sem að eru öðruvísi heldur en bara að það sé talað allan tíman og að merkingin sé öll bundin í textanum. Þannig að við fengjum... Þetta er svolítið grimt, þetta er ekki alveg þannig. Nei, ekki öll, sko, en ég er að segja... Þetta er eins og hluturkuminu, nú fyrir ég að verja... Já, nú ert þú bara... Nei, en ég er að segja bara, það feedback sem við höfum fengið, er bara, það er svo gaman að fá bara að lifa með þessum myndum og eitthvað svoleiðis og En auðvitað, ég meina, það er bara, leikhúsið er myndrænt miðill þó að þetta sé eitthvað leikverk sem er sett upp, sko. Því miður þá er ekki til svona fjórleikir, þannig hvað ætlaðu að gera næst? Já, það er spurning. Já, það er spurning, sko. Já, við erum allir halda áfram að ráðast á númer sem er aðeins og stór. Það er náttúrulega mjög hefðbundið að hafa bara þríleik og aldrei fjórleik, sko. Já, einmitt. Já, akkurat, við þurfum að finna fjórleik. Þú tímir að eyðileggja það. Já, einmitt. Hvað ætlaðu að gera næst? Kvadralógian, já. Sko, við ætlum að ráðast á kvikmyndamiðlinn næst, sjá hvað Ísla við getum valdið þar. Og svo ætlum við að reyna að fara í samstarfi ballettflokk út í heimi en getum ekki talað meir það að svo stöddu. Dansflokk eða ballettflokk? Ballettflokk. Bara traditional ballettflokk? Já. Bara táskor og Tchaikovsky? Já, góðan daginn. Herðu, gaman að fá okkur og gangi ekki vel með þetta. Já, takk fyrir okkur. Sigurður og Saga. Þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld, við þakkum öllum gestum sem hingað komið, en ykkur þakkum við mest sem að hafið setið heima eða í bílnum og hlustað og hort. Það eru því sem að breyti þessu samtal okkar í fjölmiðlum og það sem er meira er að það eru áhorfendur og áhorfendur sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að tala efnið kannski bara í heita pottinum. Og þá fer fólk og leitar okkur uppi, finnur okkur á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM og svo má líka sækja þær útvarpsendingar á
á spilaran, það spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminu. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, fjarskiptafyrirtæki, númer 5 á fjarstýringunni, kannski, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar, allan ársins, samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Áheyrendur og áheyrendur hafa líka eiginlega gert okkur kleift að byggja upp samstöðuna og það eru þá hluti þeirra sem hafa gerst áskrifendur og það er náttúrulega óendanlega mikilvægt og við erum þakklátt fyrir það. Allt sem við sjáum hér og heyri er í boði áskrifenda. Ef að þú vilt slást í þennan hóp að halda uppi í samstöðunni og kannski íta undir enn frekari þróuninnar, þá getur þú gert áskrifandi. Þú fer þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráði fyrir grunnáskrift sem er 2.500 krónur sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð fyrir það efni sem við búum til hér. Þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið eins og ég sagði áðan er í boði áskrifenda og við þakkum kærlega fyrir það. En þetta er orðið gott í bili. Ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 8 að þá byrja rauða borðið að 9. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.